Komið sæl og þá erum við stödd hérna í veiðihúsinu við Víðidalsá og hjá mér situr Helgi Guðbrandsson. Blessaður. Hvað segirðu gott? Ég segi ljómar líka. Ekki? Jú. Ég er bara orðinn svolítið spenntur. Byrjaði að vera að kasta í ánættur. Já. Svolítið hvasst. Sortið. Já. Kolvetnastöður eiginlega bara. Já, eiginlega kolvetnastöður. Við ætlum samt að gefa þessu tækifæri. Já. Svo ekki gerist. Þið verða það bara stutt í dag. Sko, nú er þetta í fyrsta skipti sem ég er að veiða Víðidalsá. Á hverju á ég von hérna? Já, von ýmsum að. Það náttúrulega þessi uppræk fyrir hérna þunga fiska góðmiðalveg hérna. Mikið hægt að gera fisk í. Svona sýnist það hérna á veggnum líka? Nákvæmlega. Það eru stóri fiskar hérna. Það er fjölbreytt hérna. Það er leikja, mikið af fisk og sjóbrugging. Þú varst alveg vona að þú verið skemmtum. Ok. Það er ekki hvað við. Já, það eina sem ég er að hugsa núna, sko, ég er undir 20 punda pressa, sko. Ég hef ekki farið við 20 pundir ennþá og ef maður gerir það ekki á eins og Víðidalsá, sko, þá bara gerir maður aldrei held ég. Nei, ég meina það eru stóri fiskar hérna. Sveitir sumar, það er ríkala væna fiskar. En það er gullmútið fyrir þá. Já, við ætlum að fara á svona, tjekka nokkur stöðum á eftir. Já. Svo ég ætla morgundaginn líka. Spárum morgunni betri, sem betur verið. Já, sem betur verið. Já. Þannig að pressan hefur verið bara, þú veist, ef ég seti 20 punda fisk, þú veist, þó hann fara af, það er nóg fyrir mig. Já, fá tökuna. Bara að vita það, bara fá tökuna. Já, ef ég sé hann kannski einu sinni tvisvar, það er ég mjög glaður maður, sko. Já, já. Þetta verður fínt. Það er bara glæsilegt. Það verður bara gaman. Það hefur verið hvasst undanfarna daga og veðrið bitnar nokkuð á veiði í ánni. Við byrjum yfirferð okkar í Laufásbreiðu og þar stóð hvöss norðanáttin beint upp ána og gerði veiðistaðinn illveiðanlega. Neðri breiðan var lítið skárri, svo að eftir eina góða yfirferð í efri breiðuna var kíkt í kæli. Rennslið í kæli er öllu jöfnu hægt og þægilegt sem gerir staðinn sérstaklega skemmtilegan að veiða í góðum skilyrðum. En það er sama sagan hér og í Laufásbreiðu. Stífur vindstrengurinn gerir það að verkum að línan rekur ekki hægt niður ána, heldur hægt upp ána. Það er ekkert að lægja. Það er heldur að bæta í ef eitthvað er. En íslenskir veiðimenn eru ýmsu vanir og þrátt fyrir að veðrið sé jafn slæmt og það eru samt tekin nokkur kost til að sjá hvort að það sé lax sem slysist á fluguna við aðstæður sem þessar. En það er hægara sagt en gert að kasta flugu upp í hvassan vindinn. Eftir nokkra dvöl við veiðistæðin Ármót er ákveðið að fara aftur í veiðihúsið, fíla ána til morguns og vona að veðrið verði skaplegra daginn eftir. Það er fallegur haustdagur sem tekur á móti veiðimönnum þegar veiði hefst á nýju. Fyrsti staður dagsins er einn þekktasti staður Víðidalsár, Dalsárós. Hér rennur áin í hægu rennsli grófa botn sem gerir þetta að kjöraðstæðum fyrir lax. Þetta er frekar langur veiðistaður en það getur lax legið í honum víða. Fyrir ofan brotið sem fellur í Dalsárós vill oft liggja lax og því gott að taka nokkur köst þar þegar mætt er á staðinn. En í Dalsárósnum sjálfum getur lax legið alveg efst í honum og 100 metra niður eftir allri breiðu. Laxinn vill gjarnan liggja nokkur nálægt landi hinum megin og þess vegna er gott að þverkasta nokkuð vel svo að flugunni gefist tími til að sökkva. Okkur hefur líka borist liðsauki í veiðina. Helgi Jóhannesson, leiðsögumaður við Víðidalsá eins og nafni hans, ætlar að veiða með okkur hér næstu daga. Eftir aðeins örfá köst er fyrsti lax dagsins stokkinn á fluguna. Það er kominn!
Á meðan Helgi var að þreyta laxinn var nafni hans búinn að setja í lax nokkru ofar. Þetta lofar góðu fyrir daginn sem bara rétt byrjaður. Það getur munað öllu að hafa reynda leiðsögumenn með sér við veiðar þegar á veitt í fyrsta skipti. Menn sem hafa veitt árnar í nokkur ár, þekkja veiðistaðina vel og hegðun laxins, geta deilt reynslu sinni með þeim sem að taka sín fyrstu skref í nýrri á. Það segir að það hjálpa vinninni. Var þetta galt? Trókstu litli. Hann búinn að vera lengi í þessum. Þetta ekki sleppur. Allt í mína leið. Góða ánægð. Nú hess. Það vísir á góðan dag þegar 2 laxum hefur verið landað á fyrstu mínútunum við þennan fallega veiðistað. Áin frekar köld og við þau skilyrði liggur laxinn oft sem næst botni og hreyfir sig ekki mikið. Þá nauðsynlegt að vera með annarkvort sökklínu eða bæta sökkenda framan á flotlínuna og nota jafnvel með því þungar flugur. Eins ekki dregið hratt inn við þessar aðstæður. Flugunni þverkastað sem næst bakkanum og straumurinn látinn bera fluguna niður eftir breiðunni. Og sé rétt að málum staðið eru verðlaunin jafnan góð. Sýnist þetta vera sæmilega haukur, sko? Ekki. Út leginn, sko? Já. Það alveg bara rauður. Já. Alveg tikkast þér. Og grút leginn alltaf. Já. Fallegur, sko. Þessi flottur. 74? Það meira.
Já, býður betur. Býður betur. 75. 75? Ok. Hefur við gefið líf bara? Já. Já, ekki. Þetta er fallegt. Mjög fallegt. Og Dalsárós var ekki hættur. Eftir nokkur köst á sama stað og fyrirlaxinn tók, var tekið aftur og þessi taka gaf það til kynna að hér væri nokkuð stærri fiskur sem hefði tekið fluguna. Hann er með líka! Passaði! Hann er flottur sem hann er, ég er svona flottur. Þá er það ískalt. Hvað var það? Þetta var alveg 15 flúr sko. Já, takk. Mjög falleg fiskur sko. Hann gaf sig ekki. Hann ætlaði ekki að gefa neitt fyrir þetta. Botið mál. Mista hann! Það kemur bara annað. Minnaði komast upp. Sá stóri slapp eftir góða baráttu. En það var annar lax í sama stærðarflokki sem tók á svipuðum stað, en hann var laust tekinn og rann af eftir smá stund. Þá er kominn tími til að kíkja í Fitjá. Laxapollur er einn af skemmtilegustu veiðistöðunum í Fitjá. Þetta er nokkuð langur staður með hægur rennsli og nokkuð nettur. Það er þess vegna tilvalið að veiða á nettari búnað hér og stangir fyrir línur 5 til 6 eru alveg tilvaldar.
Á meðan Helgi Guðbrandsson veiðir laxapoll, tókum við nafna hans Helga Jóhannesson tali. Þá erum við hérna við Fitjá og við erum í efri laxapoll. Já. Þú fórst í neðri laxapoll áðan með Helga og tókst hérna eitt stykki þar. Já. Hann var alveg koka, þessi ég eftir að segja alveg hérna í maganum sko. Já. En það hefur nú einhver fengið hann áður. Já, það er smá sár á hann. Það grói sárin á hann. En Fitjá er svolítið skemmtileg, það er allt annað karakter í henni heldur en í Viðarssoni. Viðarsson er svona meira fljóta en þetta er svona lítið og nett og býður alveg upp á litlu nettugræðar. Já, hitsið og svona, smá flugður. Hvernig er Fitjá búin að vera í sumar? Hún er búin að vera að gefa bara mjög vel sko. Já, mjög vel. Til dæmis eins og hérna í laxapollinu, það er búin að skrá marga fiska hérna. Já. Mjög marga. Svona skil ég ekki hvað þú veist ekki. Ég er búin að fara þetta með 2 flugum sko, ég kannski fer yfir þetta með 1 í viðbót, bara til að vera viss sko. Já. En hérna, hún er svona nett og lítil og ég er alveg að fíla þetta sko. Já, mér finnst þetta skemmtilegt svæði, langskemmtilegast. En þetta er skemmtileg veiði sko, þetta er hérna, þetta er fyrsta skiptið mitt í Viðarsá sko. Að það sem kemur mér á óvart sko, að maður hefur hérna stóru breiðuna fyrir neðan, þar sem maður á að vona á hérna stóru tröllálögum. Með tvíhendina? Já, með tvíhendina. Svo er maður hérna í einhendunni og bara svona lítið og nett sko. Já. Mjög fallegt sko. Þetta er magnað. Það var rólegt í laxapolli og lítið líf að sjá. En nokkrum dögum áður voru 20 til 30 laxar í hylnum sem virðast hafa fært sig til í ánni. Jæja, hvað segir ég? Hvar erum við stættir núna? Þetta er Faxabakki. Fallegu staður? Já, fallegur. Búinn að gefa vel í sumar. Já. Hvar hérna liggur hann í þessu? Þetta er svona típiskur, ég veit ekki, íslensku veiðistæður. Malareyri, Moldabakki. Já, það er hérna sko, það eru grjótrúur hérna úti. Já. Og hann er að liggja hérna við aðra á þriðju hrúgu og svo hérna, sér grjótið sem flytur á. Já, hann fyrir neðan? Já, það er mikið vatn og það getur verið að það meira hérna. Já. Svo hafa það verið hérna bara nær á Lygnavatninu líka. Hann er búinn að gefa fínt þessi staðir, menn að kíkt í bókina og það er alltaf að reytast eitthvað upp hérna sko. Það var mjög sterkur. Og þið ætlaði hvað, að vaða yfir hérna fyrir ofan? Já. Og taka þetta bara eira með frá? Já. Og hvað fyrir undir? Það er nasistinn. Nasistinn. Típiski. Ok. Já, ég ætla bara á púlflæ bara. Púlflæ? Já. Ok. Ég ætla hérna, þú ætlar hvað að senda mig inn í staðinn hérna fyrir neðan? Faxa? Já, Faxa. Ok. Og við erum bara að leita að tveggjar fiski sko. Já, Ekki lítið, eitthvað litla Það sko. er bara svoleiðis. finna hennar stóra. Ekki? Já. Glæs. Ekki markmið. Það er einn á mann núna. Já. Það er svoleiðis. Einn á mann og svo færa okkur. Já. Já, ok, mér líst það á það. Frábært. Fjöldi veiðimanna heldur tryggð við Víðidalsá og mætir í ána á hverju sumri, enda skal engan undra það því áin er fjölbreytt og skemmtileg. Það er líka vonin stórlax sem hefur dregið margan mannin hingað við ána, enda hafa ófáir stórlaxar verið dregnir hér á land við þessa fallegu á. Faxabakki er einn af þessum stöðum sem gefur jafnan stóra laxa og hér ætla leiðsögumennirnir að taka nokkur köst á meðan við kíkjum í Faxa sem er rétt fyrir neðan. Faxi er með eindæmum veiðilegu staður. Þetta er einn af þessum stöðum sem maður getur horft á og fullvissa sig að hér liggi fiskur. Það borgar sig eins og alltaf að byrja nokkuð ofarlega og veiða sig niður staðinn í rólegheitunum. Og eftir nokkur köst var tekið hressilega í.
20 punda taka. Þetta var fullorðins taka. Ég held þetta væri bara einhver annan hnölli eins og í gær, sko. Það var bara GUM! Þetta líka var að fyrsta síðan sagði bara fullorðins taka. Þannig að hann lét, sko, ég fann hann bara svona fljótlega eftir hann. Það var kannski ekki bolti, en Kraftur í honum. Já, hörku kraftur í honum, sko. Og hann hún alveg pikkvast í honum þessi fluga, sko. Alveg pikkvast. Þú veit hann þykkur á flugum? Já, þetta er hörkufallegur fiskur. Rosafallegur. Hörkufallegur fiskur, sko. Þannig að við erum búin að fá laxa, við erum búin að fá bleikjur og við erum komin með sjóferstík. Ég held að Víðidal sá hann sína ekkert betur karakter heldur en hún er búin að gera nákvæmlega núna, sko. Hann tók bara sömu flugu í gær. Já. Ég held hún heiti Keisarinn. Já. Ég samt ekki viss, en þetta er bara svona eins og það sem er orðið alveg ferlega vinsælt í dag. Þetta er svona Sunray afbrigði eitthvað. Já. Og hún er hnýtt á á stáltúbu, held ég frekar en ál. Því að hún fer alveg bara... Já, það fer hratt niður. Já, hún fer mjög hratt niður, sko. Það er þungt í því, sko. Já. Þetta er matsælun í dag. Já, mér sýnist það. Já. Og þú varst með eitthvað svona blátt. Já, ég meina svona álir endar. Já. Það er... Ekki bara sama flugan. Þetta er góðs. Já. Það ber þetta rétt fyrir hann og tekur hann. Já, nákvæmlega, sko. Það var tekinn smá rúntur ána í lok dagsins og komið við á nokkrum stöðum. Í Tjarnarfljótinu í Fitjá var sett í nokkra laxa á litlar flugur og notast við nettar stangir. Það er mikil áskorun að nota nettan búnað við veiðar við slíkar aðstæður, en það er einmitt það sem gerir stangveiðina að jafn heillandi sporti og veiðimenn þekkja. Því eins og oft þá er sumum löxum landað en aðrir fara sína leið. Þóra, hvað var þetta örðið? Taka mín nokkuð tíma. Á síðasta stoppinu var komið við í Valhyljum sem eru ofarlega í gljúfrum Víðidalsár. Í neðri Valhyl var sett í lax og fleiri laxar sáust við flesta steina í efri og neðri hyljum. En það er komin tími til að kveðja þá félaga leið og síðasta lax veiðitúrsins fær að renna sér aftur í djúpan hylj.
Við kveðjum Víðidalsá eftir skemmtilega daga við veiði og bíðum eftir öðru tækifæri næsta sumar til að setja í stórlax í þessari fallegu á.